Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Óttarr Proppé, og beinir fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Virðulegur forseti, ég beini fyrirspurn til hæstv. atvinnuvegaráðherra og verðandi hæstv. forsætisráðherra og mig langar til þess að spyrja út í fílinn í stofunni, sem það að við erum hingað saman komin ekki bara við einhverjar venjulegar aðstæður heldur í kjölfar fordæmalauss ástands, í kjölfar algjörs siðrofs sem hefur komið í ljós í íslenskum stjórnmálum. Síðustu dagar hér í þinghúsinu og í kringum þinghúsið hafa verið algjör farsi sem náði auðvitað ákveðnu hámarki í gærkvöldi með furðulegu leikriti í stigum Alþingis og bakherbergjum og nú sem sagt horfum við fram á nýja útgáfu af ríkisstjórn. Mig langar til þess að spyrja hæstv. ráðherra það að grunnur eða upphaf þessarar miklu bylgju, þessa siðrofs sem fólk upplifir, staða ráðamanna, hvernig ráðamenn hafa hagað sínum málum, hvernig þeir hafa umgengist hagsmunaskráningu, reglur og siðareglur og slíkt. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra í nýrri útgáfu af ríkisstjórn sem við vitum þó allavega að nýtur traust formanns Sjálfstæðisflokksins og formanns Framsóknarflokksins, sem við vitum kannski ekki mikið meira en það. Hvernig hyggst hann haga málum siðareglna ráðherra? Hvernig mun hann ganga á eftir því að ráðherrar ríkisstjórnar sinnar munu sinna þeim málum? Getur ráðherra svarað mér því núna? Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls. Virðulegi forseti, ég held að megi segja að upphaf siðrofs sé nú kannski erfitt að finna, en það ljóst að hér í árunum kannski frá 2004 til 2008 gengu hér miklir hlutir á sem að mörgum blöskraði, þar á meðal mér, þegar það var orðið algengt að menn báru fé á þá sem eitthvað áttu og buðu að kaupa það án þess að það væri til sölu. Mér fannst það óeðlilegt ástand. Ég þykist ekki vera einn þeirra sem hafi séð hrunið fyrir, ekki frekar margur annar. Ég held að það að við höfum trúað mörg hver of á mátt peninga hafi ekki verið skynsamlegt. Annað það hins vegar að við höfum reglur, lög og reglur í samfélaginu. Þeir sem að hlíta þeim og fara að öllu leyti eftir þeim leikreglum, það getur ekki verið að við eigum að kalla slíkt fólk einhverjum öllum illum nöfnum. Það stór munur á því. Varðandi siðareglur og hagsmunaskráningu hér okkar á þinginu, þá augljóst að eitt af þeim verkum sem við þurfum að gera hér á allra næstu dögum að fara yfir það hvort að sú skráning sé til að mynda rétt, hvort að siðareglur séu nægjanlega góðar, nægjanlega skýrar, þó ekki væri þá nema til þess að upplýsa það allas fyrir hverju þær standa. Ég held að þetta sé eitt af þeim verkefnum sem við verðum að nálgast með eðlilegri auðmýkt og skilningi á að hugsanlega þurfi að skýra þær betur út. Það hefur verið mikið fjallað það í fjölmiðlum og menn hafa ekki verið eitt sáttur túlkun þeirra. Það auðvitað óásættanlegt. Það þarf að vera alveg skýrt fyrir hvað slíkar reglur standa og hvernig menn eiga að fylgja þeim eftir, þó svo að þær séu fyrst og fremst viðmið og hver og einn verði að eiga það við sína samvisku. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Óttarr Proppé, tekur til máls. Virðulegur forseti, ég á eiginlega bágt með að trúa því að hæstv. verðandi forsætisráðherra standi ennþá á því að kjörnir fulltrúar að þeim beri ekki annað en að starfa eftir lögum og reglum, að ekki sé
krafa aukið siðferði kjörinna fulltrúa. Það nú einmitt eitt af mestu vandræðum hæstv. Forsætisráðherra Sigmunds Davíðs Gunnlaugssonar, sem það víst ennþá, að það voru túlkanir hans á siðareglum ríkisstjórnarinnar, hvort þær væru í gildi eða ekki, túlkanir hvenær og hvað þyrfti að setja í hagsmunaskráningu og svo framvegis. Þess vegna ítreka ég spurningu mína til hæstv. Atvinnuvegaráðherra hvernig hann hyggist haga málum siðareglna ríkisstjórnar sinnar þegar hann tekur við embætti, og hreinlega hvort að hann í ljósi þessa ástand sem við höfum verið að upplifa síðustu dagana í boði ríkisstjórnarinnar, hvort að það sé ekki standi ekki til að biðjast afsökunar á þessu ástandi og því sem á hefur gengið. Það eiginlega óskiljanlegt að það sé ekki löngu gert. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls. Virðulegi forseti, mér fannst hv. þingmaður rangtúlka orð mín. Ég sagði að það væri lög og reglur sem allir þyrftu að fylgja. Þar til viðbótar værum við sem værum kjörnir fulltrúar, hvort sem við sitjum hér á Alþingi eða í sveitarstjórnum eða annars staðar, þá værum við með hagsmunaskráningu og við værum með siðareglur, og það augljóst að við þurfum að fara yfir þessi mál vegna þess að á síðustu dögum hefur það komið í ljós frá miklu fleira fólki heldur en hv. þingmaður nefndi hér og fjölmiðlum að menn mistúlka þessar reglur með ýmsum hætti, halda að þær standi eitthvað annað þar. Það eins og með hagsmunaskráninguna hér á Alþingi, hún ekki nægilega skýr, það engin mikið greinargerð með henni, enda hún sett upp sem viðmið sem að menn verða síðan að eiga við sína samvisku hvernig þeir upplýsa En það eðlilegt að við förum yfir þær. Það fullkomlega eðlilegt og það ekki bara eðlilegt, það nauðsynlegt og einn liður í því að sýna að okkur sá vandi á höndum að byggja hér upp traust til stjórnmálamanna að nýju eftir það áfall sem hér hefur riðið yfir.